Það er podcast. Þetta er sem sagt Vatnsnes podcastið. Ég heiti Kristín og er þáttastjórnandi. Ritstýra og þula. Og í þessum þáttum þá er ég að ræða gagn og hvað er ég að prjóna og þú veist, eitt og annað sem tengist því sem ég var að segja. Eða gera og hvað er á döfunni hjá Vatnsnes. Ég er voðalega sjálfmiðað sko og ég held að sé bara best að dempa sér bara beint í málin. Það verður að fara fram á ákveðu uppgjör núna. Að því að svo langt síðan sko, þú veist, síðasti þáttu var í febrúar. Þú veist, ég veit ekki einu sinni hvað er í þessum verkefnapókum sem liggja allt umkring. Nú, fyrir þá sem eru nýir, ég býði þetta alla velkomna. Ég veit ekki, ég man ekkert hvað hann var Ég veit ekkert hvað ég hef sagt og ég byrja bara á því að tala fyrst aðeins sko síðustu 6 mánuði. Fyrir þá sem ekki vita þá á ég gróðurhús sem eru mest opin á sumrin en til þess að það geti gerst þá verð ég að byrja að rækta plöntur svona janúar, febrúar. Og þú veist, upp úr því fer það að aukast töluvert og þetta eru gömul gróðurhús sem við höfum verið að gera upp, ég og herraskrúðvangur. Og þú veist, þetta bara einhvern veginn tekur allt tíma og svo í sumar þá bara var svo miklu meiri trafík heldur en að ég bara hélt að það voru þarna alveg bara kabiljón verkefni sem ég ætlaði að fara í sem ég síðan fór ekki í. Og þar á meðal var blessað podcastið mitt. Sem að annars mér finnst alveg stjörnugaman að gera. Hingað til hef ég til dæmis alltaf gert Pride-lit og meira segja einhvern tímann í vor eða vetur eða guðmundu hvenær þá sagði ég frá því að ég væri búin að ákveða hvernig Pride-liturinn ætti að vera og að hann ætti að vera á svona sjálfmunstrandi garni. Ég hef ekki séð hann að lita en þá sko. Ég er að vísu búin að vera með regnboga á heilanum undanfarið og ég svona kíki í kringum til að segja hvort ég er með eitthvað regnbogagarn við höndina til að sýna þér en ég er með eina litla hálfa dokku af því sem að er í raun og veru svart sokkagarn sem er með gulum, rauðum, grænum eða gulum, bleikum, grænum og bláum og appelsínugulum skellum í sem að prjónast ferlega skemmtilega upp. Ég á ekki neitt ég held ekki að ég sé með heyrðu ég er með þetta hérna. Það sem ég afrekaði þó í sumar var að klára að gera pröfur fyrir pröfur fyrir alla litina sem ég er með í reglulegri sölu. Þetta er verkefni sem ég byrjaði árið 2018 af því að þá átti ég ekki sokkaprjónavél sem ég á núna og var semst að handprjóna pröfu og þú veist, svona litaframleiðsla getur gerst rosalega hratt þannig að þú veist, oft er að koma margir litir og það er mikið að gera og nennir maður ekkert að prjóna svona pröfur og þá eru alveg 3 dömur búin að hjálpa mér að gera pröfur og svo fekk ég þessa fabílega sokkaprjónavél og er að prjóna sem sagt pröfurnar mínar í hring eins og ef ég var að gera sokka. Hér er ég með einmitt hvernig regnbogagarnið sem ég er búin að vera með heilanum prjónast. Er þetta í fókus? Það veit ég ekki, vonandi. Ég er sem sagt, er með svona ljóst, er sem sagt í raun og veru bara ólita garn og er með litina þannig uppræða. Ég lita þetta þannig að það er bara svona 1 eða 2 lykkjur sem koma í lit og litirnir eru túrkisblár, grænn, neongulur, appelsínugulur og bleikur. Og fjólblár, ekki má gleyma því. Svo er ég með aðra útgáfu svona útþynntum regnboga sem er raun og veru bara eins en litirnir í raun og veru mikið ljósari. Þessi regnboga liturinn heitir bara regnbogi og þessi ljósari heitir glitski. Hann hefur verið mjög vinsæll á móhergarni, glitskið.
þetta er semst rúllan sem ég hef búin að prjóna á sokkavélina alla litina sem að ég hef framleitt. Altså afganginn af litunum sem ég hef framleitt. Þetta var í raun og veru verk í vinnslu að prjóna þessar prufur af því að svo ætla ég að taka mynd af þeim svo ég geti haft þær á vefversluninu minni. Það var planið, sem sagt. Og ég ætla að segja, þessu verki er lokið út af því að ég er búin að prjóna alla litina sem ég er með í sölu akkurat núna fyrir utan þessa allra nýjustu. Og náttúrulega þann máta verður þetta aldrei verki lokið. Heldur vonandi verður alltaf, verð ég alltaf eitthvað að finna upp nýtt. Anywho, það sem ég ætlaði að segja var með prætgarnið sem ég ekki gerði í ár, en þó að ég hafi verið með regnboga á heilanum og er tæknilega séð ennþá, þá komst aldrei neitt prætgarn í gagnið sem að mér fannst pínu leiðilegt Ég saknaði þess pínu. Vatnsnes járn varð líka 4 ára núna í 1. ágúst. Ég held ég hafi alltaf haldið upp á það, enda, þú veist, töluvert, ég gefa töluvert af mér að byggja upp þetta fyrirtæki og leggja mikið sem að mig langar að leggja að gefa frá mér í að framleiða bæði liti og litagatnið og þess að bara vinna að þessu og svo bara 1. ágúst og ég bara einhvern veginn fattaði þetta ekki fyrir að ég veit það ekki, 20. september. Þannig að enginn var afmælisafslátturinn, svo hannaði ég vettlinga sem ég ætlaði svoleiðis að gefa út og bara það er búið að pröfuprjóna það allt Nei, það hefur ekki skeið ennþá. Svo var ég búin að vera að þróa línu af litum sem ég ætla að lita á sem sagt lífræna ull sem ég finn og ekki súpervass meðhöndlaða ull. Línan er í svona mjúkum tónum svona pínu jörð í gangi og þetta er ekki öll línan en þetta eru litirnir sem ég er með hérna núna. Það koma líka grænir og bláir og hvaðina inn í þetta en línan er þessi. En það sem hefur gerst sem sagt í millitíðinni þetta er gall sem að ég hefur kallað bara true merino af því að þetta er bara hrein merino ull sem að er ekki supervass meðhöndluð sem sagt má ekki setja í vél og þetta gall hefur verið sem sagt spunnið í því sem að heitir high twist eða það er smooth hard. Það þýðir í raun og veru bara að garnið er þéttar spunnið heldur en venjulega, kannski ekki er hægt að segja. Þetta sem sagt dettur út og í staðinn kemur annað garn sem að mun líka heita true merino en það er ekki eins smooth hard. Þetta hérna er alveg nákvæmlega eins og merino fingering garnið sem ég er þegar með nema það er ekki supervass meðhöndlað. Það er gasalega mjúkt. Þetta er allt garnið, allt merino garnið er mjúkt en þetta er bara eitthvað svona ekstra mjúkt finnst mér. Ég hef verið að vinna að því og í sumar hef ég verið með í sölu svona furðulegt móhergarn sem er í DK grófleika sem sagt það eru 200 metrar á 100 grömmunum ferlega skemmtilegt og var jafnvel að hugsa að þetta er sem sagt true merino DK að setja þetta tvennt saman í eitthvað, ég veit ekki húfu eða eitthvað dótar í geri það einhvern tímann og svo hef ég verið að framleiða á hverju ári ger ég aðventudagatal og þau hafa aldrei verið eins og þannig að hverju ári þá fæ ég svona
skapandi gusu yfir sjálfa mig og að búa til það sem á að fara í dagatalið og það svona, þú veist, það þróast yfir í að vera meira og meira bara eitthvað sem ég bý til sjálf eða framleiði sjálf og í fyrra ætlaði ég til dæmis að halda áfram að framleiða vörurnar sem voru í dagatalinu í fyrra en hef heldur ekki komið í verk. Þannig að eiginlega eina sem ég hef komið í verk núna síðustu 6 mánuðina, það bara að vakna, fara í vinnuna og koma heim aftur og sofa. Krakkarnir, veit ekki hvað það heita. Hér var ekkert þrifið í allt sumar. En það svona, þú veist, þegar maður á árstíðabundin business og þá pínu bara akkorð í okkar tilfelli sumartíman og svo bara, þú veist, dettust það niður eiginlega bara 1. september að þá að því að ég sé líka sem sagt bókanir fyrir ferðaþjónustu hérna á svæðinu og það frí 1. september til 30. október og það bara svona fjall saman allt, þú veist, ég vissi ekki almennilega bara hvað ég ætti að gera af mér þarna fyrstu það tók mig 3 vikur að komast í bara fókus aftur. Þú veist, við vorum að finna kekspakka inn í ískáp og mjólkurfernum upp í þar sem við geymum glösin og þú veist, það var komin tími til að draga andan. Því ekkert samt að vera neitt brjáluð yfir því sem ég gerði ekki. Þú veist, ég fór á prjónagleðina á Blönduósi. Það var bara algjörlega sturlað gaman. Þetta var æðislegt og ég ætla pottþétt að fara aftur á næsta ári. Þetta var yndislegt. Eins og herra skrúðvangur segir, voðalega eru allar gaddkonurnar glaðar. Þvílíkt sem að svona drjóli getur gert mann. Sko nú ég að tala gaddnið fyrir því sem að hlusta. Ég ekki að tala herra skrúðvang sem drjóla, heldur gaddnið sem ég að veifa hérna framan í myndavélina. Hvað svona litlir boltar og drjólar geta gert mann glaðan? Nú, ég sem að vinda mér í að draga upp bara random verkefnapoka og sjá hvað í honum og svo ætla ég að dæma hvort að ég held því áfram eða ekki. Af því að þú veist, þetta of mikið sko. Fyrsti pokinn bara með pókum í. Ég held ég geymi hann bara í einhver annar skúffu. Annar pókinn, hann inniheldur nefnilega góða peysu sem ég alveg við að klára. Með krumpuð og allt búin að vera svo lengi honni. Sko, þetta sem sagt droplaug eftir Eddu í Gatbúð Eddu. Hún prjónuð úr, sjáðu hvað þetta kemur skemmtilega út, vá. Þetta sem sagt peysa sem prjónuð úr 100% merino-ull í fingering grófleika og 1 þráður af mohair í lace grófleika. Peysan eins og, ég feitaði sko úr svona bláum lit, blágrænum lit og svo niður í bleikan, þannig að það bleika endar hérna á stroffinu. Ég á sem sagt, ég veit ekki hvað ég að segja, 3/4 af ermi eftir og valla það. Merino-garnið sem sagt zebra-garn, það akkurat núna ég ekki með neina þannig hespítil að sýna þér en það í raun og veru bara gadd sem svört og hvít merino-ull spunnin saman. Þannig að það svart og hvít þegar það litað, eða þegar það ólitað og þó það séu fullt af litum hérna í þessu stykki þá sérðu að það eru svona dökkir mjóir flekar eiginlega mætti segja eða þetta blandast nú reyndar mjög vel og sem í raun og veru svört ull sem kemur svona í gegn. Já, þessa ætla ég pottþétt að klára, það engin spurning, hún mjó og svo einhvern veginn finnst mér allar peysurnar sem að hún Edda hannar vera klæðilegar. Ég að hugsa, mér finnst eins og að það sé möguleiki að ég hafi ekki gert
einhverjar útaukningar út af því að mér finnst ég vera svolítið eins og prik í laginu, þú veist, ekki mikið hér og ekki, þú veist, þannig að það hefur ekki alltaf hentað mér að vera með einhverjar rosa útaukningar og svoleiðis. Mohair liturinn sem í raun og veru má segja að bindi þetta saman sko, því að ég að fara þarna úr alveg bara veglega blágrænu gat niður í bleikt, að mildar svolítið umskiptin að hafa einslitaðan mohair eða sama mohair litin, ekki einslitaðan, yfir allt stykkið. Þessi svona ljós, fjólublár, blár og grænn. Sko ég ekkert viss ég geti verið í þessari peysu, en mér finnst hún vera ákveðið listaverk. Svo ég með svona fjólublátt, bara DK-gat, ekki neitt mohair í munstrinu. Ég myndi skoða þessa peysu, þú getur skoða hana til dæmis bara örugglega hægt að gera droplaug peysa á Instagram og sjá hvernig fólk búið að gera. Þannig að þetta fer í hald áfram með hauginn. Næst, ég bara að tegja mig eitthvað sko. Hvað kemur hér? Önnur peysa eftir Eddu. Og þessi heitir Krókurinn. Sko, þeir sem hafa verið að fylgjast með því sem ég hef verið að segja, þeir vita að ég var búin að prjóna þessa peysu. Meira að segja í þessum litum. En það sem gerðist var að hún fór í þvottavél. Nei, hún fór ekki í þvottavél. Ég setti hana í þvottavél út af því að ég get alveg tekið allt sem ég að prjóna, sama hvort það supervæs meðhöndlað eða ekki, og ég geta bara handþvegið það, þú veist, í höndunum. Þú veist, þetta vill svo til að þessi peysa úr True Merino Aran, sem þá ull sem ekki supervæs meðhöndluð og má ekkert fara í venjulegan hringi vel. En þú veist, það var eitthvað svona skamhlaup og þú veist, ég bara sett henni bleiti eins og ég geri við allt sem ég prjóna, og svo, þú veist, í staðinn fyrir að þú veist, fyrir að vinda þetta, þá bara svona hnugla ég þessu saman, og ég veit ekki hvað orð hnugla þú veist, ég bara svona kuðla þessu saman, rennandi blautu og lyfti varlega inn í þvottavélina, þú veist, svo að það geti bara lekið þar úr, og svo seti ég á svona vægan hring. Ég veit ekki hvað eiginlega gerðist þennan dag, en ég setti hringinn á stað 5 sinnum. Það var eins og, þú veist, það kom síðan ljós að vélin var biluð, hún hélt ekki áfram. En þú veist, hvað fékk mig til þess að setja hana 5 sinnum á stað, hef ég ekki hugmynd, þú veist, ég var örugglega að gera eitthvað annað á meðan, sko, og pottit var ég að gera eitthvað annað á meðan, en allavega skamhlaupi heila var til þess að sú peysa var bara eins og dúkkupeysa. Hún sem sagt þæfðist veglega. Þessa peysu ég að gera fyrir afmælisbað dagsins, í dag 5. október, og sem þýðir að það eru 19 ár síðan ég var mamma í annað skipti og í fyrsta skipti móðir stelpu. Það hún Sunna mín sem er 19 ára í dag. Sem sé, hér líka komin alveg ermi, ég á kannski eftir nokkra sentimetra henni og hinn ermin eftir. Þetta gat, það æðislegt. Ég á peysu úr þessu gatni og það bara, þetta þykkt og hlýtt og frábært. True Merino Aran í litunum Simplify, sem ljósari liturinn, svona ljós grábrúnn litur, ljósbrúnn litur. Ég held ekki ég myndi segja að hann væri grábrúnn. Og svo leynigestur í munstrinu. Þú veist, svo sem sama lita svið, þú veist, þessi bara dekkri og þessi ljósari. Sem sagt munsturliturinn dekkri og hinn liturinn ljósari. Pottet klára þessa, ekki smurning. Í næsta poka, sem þessi, eru bara uppundnir hnyklar og nú eitt farin í ferðalag. Ég veit ekkert hvað ég ætlaði að gera við þetta. Mér finnst þess að ég hafi mögulega byrjað á einhverjum kraga eða ætlaði að gera kraga sem var með svona mismunandi prjóni, þú veist, svona
aldeilis man ég ekki hvað uppskriftin heitir eða neitt þannig. Næst er ég með svona grænan lítinn pung. Hér ofan í sko ég hafði litað garn, ég man ekki einu sinni hvað, þetta átti að vera eitthvað svona feit, og þannig að maður ætlaði að gera feit úr sjálffeitandi garni, sem sagt garni sem að skiptir sjálft yfir úr einum lit í annan, ekki svona sjálfmynstrandi garn, heldur bara ég vil bara segja sjálffeitandi garn, sjálf umskipti litað garn, whatever, sem sagt að maður geti gert í stærra lagi sjal úr því og prjóna þá úr sem sagt 2 eða 3 til skiptis, en fengi samt feitið, sko. Mér minnir að málið hafi verið að ég litaði sem sagt eftir mismunandi tækni, þú veist, ég gerði 3. En þetta er, þú veist, ekki uppskrift af neinu sjali, nema ég hafi ætlað að gerast sjalhönnuður, af því að hér er bara eitthvað munstur og eitthvað. En ég á erfitt með að halda mig við að prjóna sjal og ég ætla að taka þetta af. Ég er ekki mótiverið til að prjóna þetta, þannig að ég ætla að setja þetta í hinn hauginn. Næsti poki. Þessi poki, hann er komin utan af sænguveri sem að yngri dóttir mín fekk í jólagjöf. Já, hér er sem sagt, sko, þetta er geðveikt skemmtilegt verkefni, en ég veit að ég mun ekki halda áfram með það. Þetta er eitthvað sjálf eftir Stephen West sem að ég man ekki almennilega hvað heitir. Hvort það heitir Jigsaw Puzzle eða Triangle eitthvað, kannski. Allavega hann sem sagt byggist á að prjóna sko svona fleti saman. Ég var að hugsa nefnilega með mér að því að hér er ég með alls konar garn, þú veist, ég er með zebragarn, ég er með silk cloud garn og ég er með mohair garn 2-falt og ég er með bubbles garn og ég er með bara hefðbundið sokkagarn, þú veist, hefðbundið sokkagarn í svona eldgosslitum. Þannig mohairið. Það er ekki vegur að ég komi til með að rekja upp þetta mohair, ég klippið af. Þennan litaði herra skrúðvangur. Hann fekk að ráða og litaði þetta. Þetta er sem sagt silk cloud. Það er búið að vera mjög vinsælt. Þetta er í sportgrófleika og er að mig minnir langar mig að segja 70% silki og 30% mohair eða hvort það er einhvað meira nú inn í þessu líka, getur verið. Og svo var ég með þetta skemmtilega bubbles garn sem að ég ætla að potita að nota í eitthvað annað. Þetta er alveg fruntalega skemmtilegu litur, hann er marglitaður, grænn og blár og vínrauður og bleikur og gulur og alls konar. Og bubbles garnir, svona bublurnar, þú veist, ég var ekkert búin að tala mig, ég gerði húfu og þá notaði ég með meira nú öll. Þá koma svona sjálfkrafa bublur og gera svona skemmtilega áferð. Hérna get ég sýnt þér zebragarni sem að er sami litur og ég er með í peysunni, hana droplegu sem ég talaði um fyrst. En semst svörtu rákirnar eru í raun og veru bara svört móheirull. Skemmtó. Já, þetta mun ég ekki klára. Ég veit að það er þannig. Þó mig langi til þess að þetta sé prjónað úr þessu garni, þá held ég nenni því ekki. Næst. Já, þetta hérna. Sko, ég var búin að ræða þessa peysu. Þetta er Festive Doodle eftir Boyland Knitworks, að ég held örugglega. Ég er ógeðslega hrifin af þessum litum. Ég er ótrúlega hrifin af hvernig, þú veist, öllu munsturinn í peysunni. Mér finnst hún alveg geggjafalleg. En þú veist, prjónfestan hjá þessari dömu sem að semur þessar uppskriftir, hún er
ekki eins og mín eða neitt annað sem ég hef upplifað. Ég hef búin að þvaðra þetta að mig minnir í podcast þætti. En ég sem sagt, þú veist, var komin hingað þegar ég áttaði mig á því að þetta passar ekki á mig. Þú veist, þetta meira eins og við ætla að klæða í pulsuhund og gefa honum peysu. Þannig að þetta fer af prjónunum, alveg klárt mál. Og nei, það ekki þannig að ég geti haldið bara áfram að prjóna þetta á dóttur mína því að, þú veist, hún bara það aflöguð að þetta ekki á mannesku, þetta ekki lengur, þetta á pulsuhund. Ég ákvað þá bara, ok, ég gefst ekki upp og litaði DK-garn í sömu litum, þetta bara í einhverju messi. Og sem 50-50 silki og meira en öll. Geggjagarn. Og ætlaði að græja málið þannig. Það bara einhvern veginn, þú veist, ég sem búin að rífa þetta á prjónunum. Það bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þetta bara ekki gerast. Þannig að allt þetta mun ég nýta í eitthvað annað. Og hvort ég komin til með að prjóna Festive Doodle peysuna, ég veit það ekki. Mér finnst hún flott, mér langar að eiga hana, mér langar að vera í henni, en ég eitthvað yfir bæði litavalinu og þessari prjónfestu. Næsti. Víkendir peysu sem að ég að prjóna. Víkendir peysan eftir Andreu Mári. Hana ég að prjóna úr Trúmerín og Aran. Hún búin að vera á prjónunum núna ábyggilega 2 ár. En ég get ekki ákveðið hvort ég vil halda áfram með henni eða ekki. Þú veist, ég sæki akkurat ekkert í að prjóna hana. Langar samt í hana, sko. Þannig að ég verð bara búið til eitthvað svona kannski hug. Næsti póki. Húrrandi appelsínugulur kragi í vinnslu á yngri dóttur mína. Hvernig snýr þetta? Jú, þetta eitthvað svona fram og tilbaka fluff. Og ég að nota 2-falt DK-garn. Það þetta svona þykkt og eitthvað, kósí. Ég hugsa að ég klára þetta. Ég held að það sé best. Þú veist, ég nota einhvern svona lit sem frekar orans stamplatur og hún fyrir það. Þetta mjúkt. Þetta frá Petit Knit að mig minnir og heitir, já, þú veist, það nefnilega þannig sko að þegar ég prenta út uppskriftir, þá prenta ég ekki myndina sem fremst, út af því ég tími ekki blekinu. En þetta Terrazzo Neck Junior. Ef einhver vill skoða nánar hvað þetta Terrazzo Neck Junior frá petitknit.dk. Það fer í klárahauginn. Annars svona pungur. Ég keypti þetta í IKEA fyrir 100 árum síðan til að hafa einhvað dót fyrir sem krakkarnir átt inn í herberginu hérna. Ég veit ekkert hvað að gerast hér. Þetta eru sokkar. Sokkar úr sokkasnákum sem eru komið með stroff og hæl og svo það búið. Og svo ég með annað par hérna greinilega úr DK-garni sem ég búin að setja stroff og tá og að klára hælinn. Já. Nammi. Ég borða það á eftir. 2 frútella nammi. Ok, já, alla sokka muni klára. Það absolutt. Það eitt af því sem ég get gert í, í sjálfbærni viðleitni minni varðandi mína fjölskyldu og hennar sokkanótkun að prjóna sokka. Og fyrst ég á prjónasokka vel, að það mjög auðvelt fyrir mig að prjóna lengjuna þarna, snákinn, og bæta svo við tánni á því. Reyndar hægt að prjóna tá og hæl og stroff og allt á svona vel. Ég á reyndar ekki viðbótina við vélina sem gerir stroff og ég ekki búin að læra að gera hælinn.
Next please. Ok, þetta ég mest spennt yfir þessa dagana. Þetta hérna afgangaverkefni. Ég fekk hugmyndina af þessu á Instagram þegar ég sá uppskriftina Seaglass Tea frá Dank Fiber, held ég að heiti. Þar sem að í raun og veru verið að prjóna ból úr afgöngum með því að prjóna þú veist, eina lykkju alltaf til skiptis eins og ég að gera hér. Ég ákvað sem sagt sú peysa og ég var byrjuð á henni að hún sem sagt úrtakan í berustykkinu hringinn, en mér finnst bara einhvern veginn, mér finnst þess að passi mér ekki að taka út í hring. Mér finnst það passa mér betur að taka úr með laskarúrtöku. Og þetta sem sagt afgangapeysa úr fingeringarni og bara öllum mögulegum litum. Ég að vinna með að nota einn lit eins og sér svona brúnn hérna í gegn í laskanum og svo ég komin út í fjólubláan hérna. En svo ég bara með alla mögulega liti inn á milli. Og ég að fara svona 2 til 3 umferðir með hverjum lit á móti sem sagt ég veit ekki hvað kallt aðallit sem að ég samt skipti út eins og úr brúnum í fjólubláan. Og ég með alveg bara merinogatn og ég með glitgatn og ég með eitthvað silkigatn og þú veist. Og svo ég búin að prjóna alveg bara allt þetta, þú veist. Ég búin að skipta fyrir ermum og svona. Og það bara sást ekkert af afgangapokanum mínum. Þannig ég ákvað að setja, þú veist, sem að fá eitthvað út úr því að vera að klára afganga. Að ég ákvað að taka frá bara þessa liti sem ég að nota og ætla að nota og sjá hvort að ég næ að klára það allt og þá það sem sagt, þá allan þessi póki tómur. Ég set þetta í klárahuginn númer 1 af því þetta uppáhaldsverkefni. Næsti póki. Á honum lítið svona merki frá prjónagleðinni síðast ár, eða núna 2021. Og í þessum póka peysa á yngri dóttur mína sem heitir Twilight Garden peysan, ekki dóttur mín. Og hún úr DK-garni, meirinn á DK frá Vatnsnes. Jarn bæði í svakalega skærbleikum lit sem ég að nota í blómamunstrið í berustykkinu og í regnbogaspekluðum grámlit. Sem sagt, regnboginn hann kom í gegnum ótrúlega margt sem ég litaði núna síðasta hálfa árið. Ég held hún sé á stutt að blessa barnið, ég bara bæta við hana. Ég alveg nóg gat. Og again, þá var ég búin með eina ermi og á sem sagt hina eftir, pluss að ég ætla að síka hana. Þetta sæt peysa, þú veist, ég alveg hvort hún eftir að vera í henni. Hún með ákveðna skoðanir á því í hverju hún vill vera. Og ég svo sem búin að tæpa á því áður að það eru öll börnin, ég hef ekki nennt að prjóna á þau því að þau eru svo léleg að vera í prjónum flíkum. Hingað til. Næsti póki, það verkefni sem ég búin að vera mjög spennt fyrir og búin að gera allan anskotan til þess að þú veist, athuga hvort ég geti sett link sem á vídeó þar sem ég actually að tala þessa peysu. Þú veist, ég búin að prófa feitgatn og ég búin að prófa ég með perlur inn í þessu og þú veist, þetta peysan Stone Crop eftir Andreu Mári og ég veit það ekki. Ég bara einhvern veginn kemst ekki áfram með þetta verkefni. Samt geggjuð peysa. Kannski verð ég bara að velja mér einhverja aðra liti, þú veist, kannski þýðir ekkert að vera fastur í litnum og nýta bara gatni í eitthvað annað, þú veist. Þannig ég ætla að setja þetta í kannski hauginn. Hér sé ég síðan sjal úr DK og sportgatni sem að, þú veist, mig langar alveg að eiga. Ég held að myndi fara mig vel. Ég held mér sem myndi fara mig mjög vel. Ég einhvern veginn prjóna aldrei í þessu. Það líka engin uppskrift, þetta bara svona skáldskapur. Skáldasjal.
skáldað sjálf. Þannig að þessi verður líka að fara í kannski hauginn. Þú veist, erum við að nema að ég sé með einhvers konar, vill ekki sleppa tökunum á þessu eða hvað? Þú veist, ég alltaf í komið með bara, 3 verkefni í reykja upp hauginn og 3 í kannski og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 í halda áfram. Ok. Ef ég mynd mér bara í að tala einnig það sem framundan hjá Vatnsnes Yarn. Þú veist, þessa dagana ég bara að lita og framleiða fyrir aðvendudagatalið sem uppselt. Og það fyrir mikill tími í það. En svo að ég myndi ekki bara allt árið ekki gera það sem ég geri árlega eins og að gera prædgarn og halda upp á afmælið hjá Vatnsnes Yarn, þá ætla ég að gera jólalit eins og ég gerði í fyrra. Stundum þá ég alveg svakalega útreiknanleg og bara geri oft það sama einhvern veginn aftur. Og ég var alveg bara, hvað jólalit á ég að gera í ár, eitthvað, og gerði þennan hérna. Og svo ég búin að lita alveg bara fullt af hespum í þessu og bara, þú veist, á hverju kannast ég svona við hann? Já, að það út af því að hann nánast alveg eins og jólaliturinn í fyrra sem heitir Bjart yfir jólum. Sko, ég ætla bara að kalla þetta, þú veist, Bjart yfir jólum 2 og þetta alveg jólalegu litur, sko. Og svo gerði ég annan, þú veist, ég gerði náttúrulega annan jólalit af því að þetta var ekki að ganga upp. Sem ég finnst gorgeous. Hann svona. Það sem sagt í raun og veru hvítur grunnur og svo grænn og svona jóla fjólubleikur það nafn á lit og svona dökk grænblár eða grenigrænn eða svona, þú veist. Ég með þetta á bæði merinónælon og líka merinónælon gull. Til að byrja með, þú veist, þegar ég set þetta í lofti sem ekki alveg strax, þá verð ég með allavega þessar 2 gatgerðir. En svo verður líka hægt að fá þetta á Perfect Sock og með silfri, þú veist, gulli og silfri. Þetta prjónast svona. Mér finnst þetta húrrandi flott. Ég árætlega hafa svona sett, þannig að, þú veist, það verður 1 hespa. Það að velja á milli, sko, með gulli eða silfri eða þá ekki. Og 2 litir á mínihespum. Þannig að það verður 1 100 gramma hespa og 2 20 gramma hespur. Út af því að úr þessu sokkagatni getur náð, sko, í 2 par af sokkum. Hvort sem það kannski 1 fullorðinspar og svo 1 barnapar. En 1 mínihespa dugar eiginlega bara í stroff og hæl og tá á 1 par. Þannig að það verður möguleiki að búa til, sko, með einum og með öðrum lit. Og litirnir sem ég búin að ákveða að vera, það eru til dæmis þessi 2. Þetta tilgangurinn þessi, dökkbleiki og svo Good Omen þessi græni. Svo verður líka kastaníubrúnn og rauður. Get ég hætt bara þarna? Nei, það get ég ekki. Því ég verð líka með sokkagat í svona candy cane litum. Það verður ekkert æðislega margar þannig, en það verður hespa og 2 grænir litir. Sem sagt, 1 svona, þú veist, þessi bara eins og jólaálfur og þessi aðeins meira svona antíkgræn. Ég eftir að klára að tá svona þennan. Ég stu nút á prjóninni í eitthvað annað. Samsagt, jólalitin reikna ég með að setja á netið eitthvað í kringum miðjan október, þú veist, og Bjart yfir jólum 2, sem sagt, litin sem ég fann upp aftur, hann verður líka hægt að kaupa svona jólaliti í svona setti. Síðast en ekki síst í þessum þætti, það okkar annað árlegt sem að reyndar byrjaði bara í fyrra, en þú veist, ég meina það það orðið árlegt núna.
sem ég ætlaði ekki að missa og það var að safna í fyrir krabbameinsfélög í október núna þegar það er bleikur október. Í fyrra litaði ég bleika liti og Arndís, Edda og Guðlaug gerðu uppskriftir sem að þær síðan gáfu ágóðan á sölu og uppskriftunum út október eða í október og ég gaf 20% á sölu á garninu. Það gekk rosalega vel. Í ár þá er það sömu dömur sem að hanna. Það kemur sem sagt eyrnaband, vettlingar og sokkar út í ár. Liturinn sem ég litaði nýjan fyrir þetta er þessi og hann heitir Eyr. Eyr er lækningagyðja, Iðunn og Eyr eru lækningagyðjur og ég ákvað að þessi myndi heita Eyr. Mér finnst það geggjaður. DK. Það verða sett sem verði í þessum litum nema það eru, 50 og 50 grömm. Það er þess 250 grömm hespur í setti og það mun passa í, vettlingana og eða eyrnabandið, skilur mig. Og svo eru sokkarnir sem koma, þeir eru úr Perfect Sock garninu sem er þetta og svo verður einnig hægt að kaupa þennan lit sem sagt bara sér. Og svo ætla ég að gefa 20% á sölu af bleikugarni í tengslu við þetta. Þannig að næsta laugardag sem er 9. október þá munum við byrja að selja þetta garn og uppskriftirnar og gefa síðan ágóðan til krabbameinsrannsókna. Við munum safna út október og bara auðvitað hvet ég alla til þess að næla sér uppskrift. Ég meina, maður á aldrei og nóg mikið af uppskriftum og garn líka, auðvitað maður aldrei nóg mikið af garni. Þá er bara komið að lokum á þessum þætti. Aðeins að tæpa á hvernig síðan þættinu verða í framtíðinni en ég ætla að halda fram að tala garn og hvað er prjóna og allt það en ég ætla að bæta við eins og ég ætla að vera með pínlítinn svona þátt inn í þættinu sem að bara er liti og einhvers konar ég veit ekki hvort ég segja fræðslu heldur bara eitthvað efni sem ég ákveð að tala eins og í næsta þætti tala ég vottanir. Ég sá mjög áhugaverða story á Instagram hjá Viral Knits vottanir og ég ætla að ræða þær í bara samhengi við það sem ég er að gera og svoleiðis og taka fyrir einhvern lit og ræða hann í svona víðara samhengi heldur en bara hvaða litur það er. Heldur til dæmis hvaða áhrif litir hafa og hvernig nota litir saman og hvað hendar hér og þar og eitthvað svona. Sem að mér finnst að vera í raun og veru áhugavert og þetta verður svona bara mín vegferð sem að ég deili með þér. Ekki endilega neins konar, predikun að eitthvað sé rétt eða rangt í þessum efnum. Reynum samt að draga fram staðreyndir þar sem þær eru til staðar og svoleiðis, auðvitað. Laugardagurinn 9.